Já, sæl, mig langaði bara aðeins til þess að útskýra þessi hugtök meinvirkni og smithæfni. Af því þau valda oft miklum ruglingi. Það er mjög mikið ruglingur með þessi hugtök. Sko, þau eru eiginlega bæði að lýsa því hversu góð örvera er í því að valda sjúkdómi, að valda sýkingu. Og þá er hugtakið meinvirkni, þetta er þýðing á pathogenicity sem er í raun og veru bara, er örveran hæf til þess að sýkja hýsil, það er þá við hýsilinn, og valda sjúkdómi, já eða nei. En síðan er hugtakið smithæfni sem er þýðing á ensku orðinu virulence, sem er eiginlega bara svona að segja hversu góð er örveran í þessu, hversu mikil er meinvirkni. Og þetta er alveg á samfelldu rófi þannig að þær örverur sem hafa mjög mikla smithæfni, þær geta valdið mjög alvarlegum sjúkdómum og jafnvel dauða, en þær sem hafa mjög litla smithæfni, þær eru kannski nánast bara skaðlausar. Og þetta á kannski við svona flestar örverur í okkar normalflóru, ekki allar, sumar hafa þó nokkra smithæfni, en ef að örveran hefur bara alls enga smithæfni, þá er hún bara alls ekki hæf til þess að valda sjúkdómi og sýkja okkur. Þannig að þá myndi maður segja að hún er ekki sýkill. En svona, ég vildi bara aðeins hnykkja á þessu af því að þessi hugtök eru mjög oft notuð á víxl og það er oft ekki ljóst hvort er verið að nota. Þannig að ég svona nota þau oft bara bæði í einu þegar ég er að spyrja eitthvað út í þetta.